Þriðji og síðasti auðlindahringur sumarsins verður hjólaður hér í Elliðaárstöð í dag og það er rafveiturhringur. Helgi, er ekki alltaf betra þegar það er svona gott veður? Sko, jú, þetta leit nú ekki vel út helgina. Það var spáð 15 metrar fyrir rigningu en fyrir okkur er hann bara að ríða á sér. Hvað er svona lykilmannvirki eru þið að fara að skoða í þessum túr? Sko, fyrsta lagi stöndum við við eiginlega merkilegasta mannvirki. Það er þessi Elliðaárstöð sem er rúmlega 100 ára gömul. En í þessu hring ætlum við að fyrsta lagi skoða dreifistöð, sýna fólki inn í hana, sjá hvað er inn í henni. Aðeins að ræðum hvaða búnaður er inn í þeim. Svo ætlum við að kíkja í aðveitustöð, A12, sem er nýjasta aðveitustöðin í kerfinu okkar. Og sama þar ræða bara hvaða búnaður og hvaða hlutverk þær hafa. Svo munum við kíkja aðeins fram hjá tengivirkjunni Geitháls, þar sem rafmagn kemur inn til Reykjavíkur frá Landsnet og orkuframleiðendum. Og svo endum við að kíkja yfir nýjustu viðbótin okkur í A8 sem er Korputorg. Þar er útimannvirki sem er verið að færa inn í hús og gera klárt fyrir orkuaukningu sem við þurfum næstu 20 árum. Geturðu sagt mér einhverjar svona áhugaverðar staðreynd rafveituna? Við erum með 1000 dreifistöðvar sem við munum sjá eftir í kerfinu og við erum með 8000 götuskápa sem fólk þekkir í götunum sínum. Og það er bara hörku áskorun að sjá þetta allt. Og já, það er kannski svona stærsta staðreyndin sem ég er með hversu mikið magn þetta er. Sem fólk áttar sig ekkert á og hversu miklar lagnir eru í jörðu og það var aðeins það að leiðinni. Og hvað vonastu til þess að þátttakendur taki úr þessari hjólaleiðsögn? Bara svona, ég hef fundið á mér undanfarin ára. Fólk vill oftast bara vita hvað þetta dót er. Það horfir einhverju götuskápa og við erum eitthvað að dunda okkur við þá og uppfara það og laga það og svona, en þið veit aldrei hvað það gerir. Ég vona bara að fólk fái meiri almenningsskilning á rafdreifikerfinu.